Já, góða kvöldið og verið velkomin hingað í Álfafellið. Hér fer fram enn einn bikarleikurinn í 8 manna úrslitum milli Magnúsar Gauta Úlfarssonar og Daða Freys Guðmundssonar. Ég heiti Jóhannes Bjarki Úrbarsins Tómasson og ég ætla að lýsa þessum leik og með mér í stúdíónu er Tómas Ingi Sjelton. Vertu velkominn. Já, takk fyrir það. Spennandi leikur framöndan. Já, þeir hafa nú ekki mæst í svolítinn tíma þessi tveir, en þeir tóku báðir þátt í BH-bikarnum 2017 og já, gekk svona misvel. Jú, mikið rétt. Daði var að taka þátt sem Íslandsmeistari fullorðna og fór í undanúrslitin seinast, ef ég man rétt, og Magnús á sama tíma, já, nokkuð ungur og datt út í fyrstu umferð. En gott að sjá að komna aftur hér og núna að spila þér. Ég held að sé 1-2 kallamegin sem að spila í BH-bikarnum aftur. Nei, Daði líka. Þeir voru 3 2017. Gaman að sjá þess að kappa mætti aftur í BH-bikarnum. Nú síðast þegar Daði tók þátt í BH-bikarnum þá var hann kannski með sigurstranglegustum mönnum. Ég man þú, Tómas, baður honum sigri þá? Já, hann var á rosalegu rönni, strákurinn. Hann var varla búinn að tapa leikarna í eitthvað ár, 2016-17. Og hann var í rosaflottu formi, þannig að ég spáði hann sigur manni. En sterkir mótherjar sem hann lenti á móti vissulega. En Magnús Gauti eftir síðasta BH-bikar, honum kannski gekk ekki alveg nógu vel þar, datt út gegn Kára Mývisinni. En eftir það þá girt hann sig og varð Íslandsmeistari 2 ára. Jú, akkurat Íslandsmeistari 2018 og 19 og já, telst kannski sigurstranglegur svona fyrir leik, en Daði er að koma tilbaka, búinn að æfa vel, þannig að ég held að það verði bara góð leikur. Það kemur í ljós núna að Daði byrja með ekki. Við sjáum hérna Magnús Gauta spila í bláu nær okkur, Daði Freyr í Víkingsbúningi rauðum fjær okkur og í þjálfarabóksinu. Getur okkur sagt okkur frá þjálfarunum, Tómas? Já, við sjáum flotta þjálfara í þessum leik. Hér vinstra megin í mynd er Magnús Jóhann Hjartarson, liðsfélagi Daða í Víking og keppandi í BH-bikarnum. Hann er kominn í undanúrslit og gæti lent á móti öðrum hverju þessi drengja. Og hægra megin er þjálfari Magnúsar hjá BH, Tómas Ingi Sjelton, og vanur að vera á bekknum hjá honum kannski. Já, hann er jafnframt unglingalandsliðsþjálfari en Magnús er ekki lengur í unglingalandsliðinu, hann er orðinn fullorðinn strákur, þannig að hann verður að spjara sig hérna sjálfur. Já. Já, nokkuð jöfn byrjun hérna, en báðu svona að finna fyrir hverju öðrum. Maggi aðeins duðlegur að koma sér inn kannski, en það er kannski við að búast. Það er stundum smá lengi í gang kannski. Hann er jumbo þota, hann er lengi að stað, en þegar hann er komin á flug þar er eftir að stoppa hann. En hann kannski spila líka en svona þolinmóður spilastíl, hann leyfir andstæðingnum oftar að komast inn en er duglegur að sækja móti sjálfur. Það er bara spurning hvernig hann á eftir að lesa högginn frá Magnúsi sem er tiltölulega föst. Já, nákvæmlega. Já, hann var að passa sig að leyfa samt ekki Magga að taka alltaf fyrst á skarið. Eins og segir, Maggi er rosa fastur og þetta getur verið rosa óþægilegir boltar að fá á sig, þannig að Daði verður að passa svona eftir sem hann kemst betur og betur í leikinn að reyna að taka skarið undan líka. Smá heppni þarna, en 6-4 fyrir Magga. Já, við báðum leikmenn að þreifa hver öðrum hérna í upphafi leiks. Fræga bakandurrykkinn hans Magga. Miklu myndursynning. Já, það hefði verið skemmtilegt að sjá þennan fara á borðið. Já, rétt hitti netið þannig. Maður hefur nú séð svona bolta á top level, hérna Fansen Dong að taka eitthvað og Simon Gossi að taka eitthvað ótrúlega bolta. Það var ekki Fansen Dong á Simon Gossi. Já, það getur verið, já. Ég held það. En já, það hefði verið gaman að sjá þennan fara á borðið. Það er eitt Íslendingur sem hefur spilað gegn Simon Gossi, það er Pétur Martin í BH. Gekk nú ekki alveg nógu vel hjá honum reyndar. Nei, hvernig fór það aftur? Ég held að hann tapaði örugglega, ég held að það verið 3-0 meira sér. Já, akkurat. Já, flott ekki hérna Magga, svo djúpt í bakgrunn hans. Við sjáum stundum hvernig Daði stendur, hann stendur aldrei langt inn í bakgrunninni, vill nota forhendina. En Maggi þarf að nýta sér þetta í leiknum.
Sjáum að Magnús fer svolítið inn á miðjuna hjá Daða. Daði reynir meira að færa Magga á hornin. Kannski allt svo sem eðlilegt. Magnús skotfastur og Daði reynir að láta Magga hreyfa sig og opna varnir sínar. Tvö net í röð, merkjum lágar og góður uppgerðir. En 3 net í röð. Ennþá læri og ennþá betri. Já, Daði ekki að gefa eftir hérna, 10-8 undir en heldur pressunni. Já, eitt við Daða, hann algjör baráttu hundur og hann getur mjög óþægilegt að spila á mótunum. Gefur allt í öll stíðin. En Maggi hefur fyrst lótuna, 11-8. Kannski bara verðskuldu lóta þarna? Já, ég held það. Svona fyrsta lóta alltaf erfið. En já, Daði var nú vel inn í þessu og hann á talsvert inni sýnist mér. Já, hann var líka bara svona fyrst lótu aðeins að finna fyrir Magga, sjá hvað hann ætlaði að gera. Kom með staðisningar, leiða honum dálítið að sýna hvað hann ætlaði að gera í leiknum. Geti grætt á því setna að tapa þessari lótu því hann spilaði alveg ágætlega fannst mér. Nú hafa leikmenn mínútu til að ráðfæra sig við þjálfara sína og leita einhverju nýrri uppskrifta góðum stigum. Við hérna á meðan getum aðeins rætt skóbúnað keppendara. Magnús Gauti hefur svolítið verið að skipta skóbúnað undanfarin ár, spilaði lengi í hérna Butterfly bláu hérna skónum. Já. Ég er búinn að skipta, það er spurning hvernig það fer með fótaburinn hans. Já, það er spurning, Maggi fer út í gegnum nýja skó á svona 3 mánuðum, gæðin spila svo mikið, sko. Þeir bara, ég hef séð skóna hans, þeir bara rifnast í sundur, hann er alltaf að æfa, sko. Þannig að spurning hvernig þessir halda út leikinn. Leikmenn eru komnir aftur á borðum og eru tilbúin að hefja næstu lótu. Magnús Gauti með uppgjöf. Já, nær hann ekki hana. Nei, ísköld mótorgeða Daða, langur í forhönd, en hann smellheiti. Þessi forhund þekkt hjá Magga. Daði aðeins að læra betur kannski inn á Magga. Veit svona hvað hann vill gera og hann er að teygja vel á honum. Maggi hefur svona, já allavega svona partur af hans spili er ofta að reyna að taka sem mest af borðinu með forhönd og þá borgar sig fyrir Daða að teygja svona vel á honum eins og hann er búinn að vera að gera. Nákvæmlega. Sjaldgæft klúður í uppgjöf þarna hjá Magga. Það getur komið fyrir bestu skinn. Daði er kominn í forystuna, 4-3. Þeir spila hérna Magga. Áhugavert spil hjá Daða, það er eins og hann hafi verið að fiska eftir löngu bolta með uppgjöfunu sinni, svo fékk hann langan í bakhund og steig inn en potaði svo. Ég veit ekki alveg hvort að þetta sé það sem hann ætlaði að hafa gert. Nei, hann er ekki alveg enn kominn í gang, sko. Hann þarf að fara að taka skarið aðeins meira. Útbendi bolti þarna. Sérst hvað lendi. Beint á brúnni. Já, hvítu línni, en já. Hvíta línan. Já, góð staðsning. Það er erfitt að díla við það. Ágætt spil hjá Daða þannig. Já, hann er að komast betur inn á fyrst með og hann er auðvitað þekktur fyrir að vera smá veggur, þannig að
það er ofta ekki nóg að setja einn eða með þess að 2 góða bolta, það þarf oftast meira en það. Staðan 6-6 í Rjálafellinu og allt í járnum Magnús Gauti á uppgjöf. Kom það á óvart. Það held að hann að fá stuttu inn á miðju sem hann er búinn að taka húsinum. Gaf hann hraða í staðinn og hann var búinn að stíga inn. Já, við nefndum bakadrykkjun hans Magnúsar áðan, svona kannski hans einkennis uppgjöf en það er eins og Daði ekki vandræði með hann hérna, hann les nú ekki alveg rétt. Nákvæmlega. Já, Maggi reyndi hann að no-spin með bakgrunninni, svo no-spin hliðar. Alltaf létt fyrir það. Já, Maggi er búinn að vera duglegur samt að reyna að komast inn, sækja á þessar uppgerð þegar poppa hann svo hátt og löngu og svona. Stundum aðeins að ekki hitta en held að þetta muni skilunum til lengur tíma ef þetta heldur svona áfram. 10-7 núna. Gamla góða ding-ding uppgjöfin. Já, öfug tomahawk. Þetta er uppgjöf sem að Magnús hefur svona tileinkað sér undanfarin ár. Já, hún er nokkuð. En 11-7 er lokastaðan og Maggi kominn 2-0 yfir. Nú verður Daði kannski aðeins að fara að breyta til eða eitthvað. Ég held kannski að Daði þurfi að breyta meira til í tempóinu, hvernig hann tekur boltann snemma og hvernig seint og kannski ekki að mikið staðsetningu frekar kannski að senda svona fjölbreyttari bolta. Magnús er stundum tilbúinn að fá boltann og getur sótt ansi fast, þá er erfitt að eiga við það. En ef Magnús nær ekki að vera alveg kominn í stöðu þegar hann sækir, þá getur Daði sótt á móti og komist inn og haldið pressunni, það er hans spil. Báðir leikmenn svo sem vita vel hvað þeir eru að gera og hvað þeir þurfa að gera næst en þetta er taktískt stríð, þeir þurfa að vera að skrefi á undan andstæðingnum. Já, nokkulega. Og núna held ég geti orðið mikilvægt fyrir Magga að kannski fara að breyta til líka. Daði var farin að læra hans betur inn á hann sko. Og leið og Daði kominn þar að rosa óþægilegt að spila á hann. Það er akkurat það sem hann vill. Wow. Maggi ekki meira svo næstu hérna á þessu, en flottu bolti á Daða samt, kom mér líka óvart. Maggi pínu tekinn hana og reynir eitthvað ótrúlegt skot sem að hefnaðist náttúrulega ekki. En alltaf áfram að æfa þennan Maggi. Það verður rauður í framann þegar hann sér þetta í útsendingunni eftir á. Hann er klúður uppgjöf þarna. Wow. Falleg staðsending. Einföld uppskriftastíð þarna. Já, ég elska einfaldar uppgjafir. Nei, uppskriftir. Og uppgjafir. Þú vilt svona instant núðlu stig, bara Já, einfalt og fljótleg. mér finnst það mjög gott. Já, Maggi spilar vel á þessu stundu. Hann er búinn að vera aggressífur að komast inn og heldur því áfram og er núna að hitta betur og betur. Daði verður að koma aðeins ákveðnu held ég. Hann veit það sjálfur. Hlaupandi uppgjöf þarna. Það er að fá svolítið að stigum á uppgjöfunum sínum. Magnús kannski ekki alveg nógu öruggur að segja þessar hálflöngu fljótandi uppgjafir. Já, það er líka lágur þetta, eins og við töljum áðan. Þá er erfitt að flippa þér. Og eiginlega ekki hægt að skera þær neitt því þær eru no-spin, fljótandi. Þannig að þetta getur verið dálítið snúið að komast inn á móti þessu og opna stundum dyrnar fyrir Daða. Daði að klikka léttum bolta samt. Leikmenn taka sér handklæða pásu það má á 6 stiga fresti.
Núna eru búin 12 stig að þessari lotu og þá taka þeir stutta handklæða pásu til að þurrka mesta svitann. Já, flott hérna Maggi. Alveg á hornið, erfitt að díla við þetta. Það var fyrsti öruggur bara inn á miðju. Næsti bara hamrar hann á hornið. Magnús skauti af uppgjöf. Hugsar betur hvað uppgjöf hann ætlar að gera. Sjáum í uppgjöfum hjá Magnúsi. Sjáum í uppgjöfu hjá Magnúsi. Hann fer oft niður fyrir borðið með lófann þegar hann gefur upp. Það er tæknilega ólöglegt en Sól dómari hefur ekki gert athugasemd. Það er nú Pétur Marteinn sem er dæmið hann leik. Já. En hann er nú einu af okkur virtustu dómurum og veit vel hvað má og hvað má ekki. Ja, hann virðist alltaf leiða þetta. Það er spurning hvort Daði muni kvarta undan þessu núna 3-0 undir. Getur verið svolítið erfitt ef að andstæðingurinn er komist upp með ólöglega uppgjöf. Já, það er búið orðið aðeinsvert en 3-0 staðan engu að síður. Maggi var nú nokkuð öruggur þessari lotu, fannst mér. Já, munaði meira á Magnús og Daða í þessari lotu heldur en hefur verið í síðustu lotunum. Daði einhvern veginn komst ekki alveg inn í taktinni í lotunni. Magnús var svona kannski alltaf skrifa á undan. Já, Maggi var líka bara að gera hárrétt. Þegar hann fekk færi var hann komið svolítið spil og svo bara sækja á horninu á Daða. Hann tegja á hann, láta hann hreyfa sig. Og þegar þú ert með fasta leikmann eins og Magga þá er það ekkert voðalega þægilegt spil að fá á sig. En Daði verður að koma núna, endurtaka, ákveðnin næstu lotu. Aðeins að taka skarið sjálfur, þá líka fer Maggi að klúra aðeins meira. Þá opnast upp fyrir honum. Það heyrist nú ekki vel hérna yfir salinn í gegnum tónlistunum og svona en mér heyrist það einmitt vera það sem Magnús Jóhann er að segja við Daða. Ég heyrði koma betur á borðið og svo var heitt svolítið óskýrt. En það má búast við að Daði reyni að spila þannig. Já. Gaman að sjá hérna leikmennir, þeir eru mjög trúr sínum hlutum. Maggi með blátt handklæði og Daði með rautt. Ég peppa svona samsetningar. Bara benda á það. Daði þrykkir fyrstu uppgjöfunni hérna yfir borðið 1-0 fyrir Magnús. Magnús kominn tómahawk þarna, Daði þakka fyrir. Já, Magnús á nú að vita betur en að gera tómahawki í þessari stöðu. Já. Það er annað að sjá Daða núna, það er eins og hann hafi ætlað sér að snúa sér í boltan þarna og sé orðinn svona aggressífari taktar yfir honum hérna. Já, það getur verið rosa erfitt líka bara að komast inn á móti Magnúsi Gauta. Hann sækir allt. Og ég öfunda hann ekkert að vera eina 3-0 undir í þessari stöðu. Það er þarna, komið sér borðið. Komið sér vasan á Magga. Já, Maggi aðeins að klikka með bakvöldinu í þessu stöðu. Það er stór högg og eitthvað svona smá vandræðilega en þarna þarf að fara að sitja á borðið. Já, það er að gera vel í að neyða Magga til að taka bakhundurinn þannig þar sem hann helst vill snúa sér í forhund. Já. 5-3. Það er erfitt að spila á móti spilara þar sem að allt gengur upp hjá hinum að þá finnst manni maður þurfa að gera meira. Magnús Gauti er kannski að reyna að gera of mikið núna, kannski aðeins að slæka meira á bara og koma boltanum í spil. Það er mikið klúður þessa stundina hjá Magnúsi. Nákvæmlega, og Daði er svo sem að gera vel, hann er komið, það er aðeins ákveðin staðsningar hjá hann fyrst mér. Hann er að tegja hann inn í vasann og djúpt í bakhönd og svona. Flott stig hérna. En mér finnst þetta vel gert þetta, hann var óopinn hann þegar það fór í netið. En hann tók hann að fyrsta skarri, kom forn inn,
svo bara flott stig í kjölfarið, vel gert í báðum. Það gerir vel að sækja þessa hálflöngu uppgjöf. Já, Maggi á nefnilega til að missa stundum uppgjör aðeins og langar. Og leikmenni verður að missa það á mótum. Já, hann var fínt stig þarna. Við sjáum, báðir leikmenni að komast þetta út í spil og aðeins að, já, ég þekkja hvernig hann núna aðeins betur þetta en í upphafi leiks. Góð uppgjöf þetta. Mjög lág og eitthvað vandræðilega. Flott fyrir hana. Þetta vil ég sjá meira, hjá Daða. Magnús Gauti á uppgjöf, Daði 9-7 yfir, en Magnús 3-0 yfir í lotum. Vel gert hjá Daða þarna. Já, Daði miklu ákveðnislóti. Greinilegt að bakendruppgjöfin hjá Magnúsi er alveg bitlaus á spilaði hans Daða, allavega í dag. Svara henni vel. Kemur hana, en Daði tekur lótuna og við erum konum í leik, 3-1. Já, það er alltaf að sjá Daða. Vonandi heldur hann áfram að þessari braut hérna í næstu lótum. Hann var orðinn svona, já, farin að sjá fyrir hvert Maggi myndi senda næstu sóknarbolta. Já, og líka bara móttökunar. Mér fannst hann setja sig mjög vel upp í uppgjöf. Og vissi kannski núna hvert Maggi myndi setja sig bolta. Maggi slakaði kannski örlítið á þessari lótu. En Daði nýtti sér það frábærlega og var að komast inn miklu betur og betur inn í spil. Þarna þekkjum við Daða kannski aðeins betur. En Maggi verður nú bara að muna hvað hann gerði vel og halda áfram að stjórna spilinu, ekki leyfa Daða að taka völdin. Þá verður þetta aðeins brattari brekka fyrir hann. Vissum að ég verður að segja það við hann á bekknum núna. Skemmtilegt að Maggi Hjartar er á bekknum hjá Daða. Hann hefur spilað mjög mikið við Magnús Gauta undanfarin ár. Þekkir hann örugglega manna best hérna á Íslandi, hvernig á að spila við hann. Þannig að það getur verið mjög gott að hafa reynslu mikið mann á bekknum með sér. Já, ætli það sé ekki ástæðan fyrir því að Magnús er á bekknum hérna hjá Daða í þessum leik. Magnús er ekki þjálfari Daða, hann er meðspilari. En hann gengur hér hlutverk þjálfara. Flotta bakhendur hjá Magga. Báðir núna að spila þokkalega. Báðir reyna að komast inn þegar þeir eru uppgjöf sérstaklega. Gríðarlega mikilvægt. Já, þessi leikur er gott dæmi, sérstaklega fyrir unga leikmenn sem eru að leita sér að nýrri uppgjafataktík eða reyna að finna hvernig uppgjafir geta henta spilinu þeirra. Að það er að skoða uppgjafinir hjá þessum tveimur leikmennum, báðir með mjög mismunandi uppgjafir en uppgjafir sem að koma þeim inn í spilið og henta þeirra leikstíl mjög vel. Nákvæmlega mikilvægast að í uppgjöf er að setja upp næsta bolta fyrir sig. Þessi leikmenn þekkja sínur uppgjafir mjög vel. Og það er að hjálpa mikið hérna sérstaklega þegar það er orðið aðeins tæpara í staðinn. Og spila hana. Magnús heldur pressunni, tóku boltann snemma. Erfitt að díla við fyrir Daða. Já, Daði ekki að byrja svo lóta alveg nóg vel. Aðeins að klikka hjá honum. Hann þarf stig, nokkuð augljóst. Þetta gerir hann hins vegar meistarlega vel. Já,
Ja, Maggi búinn að klikka ansi oft hann að sækja á móti með forehand. Hann reynir að taka hann rosalega snemma og hann gera það mjög erfitt fyrir. Þetta eru góðu boltar að hann myndi hitta þetta en hann sé margir sem klúrast á sama tíma. Hvað gerðist þannig? Maggi lúpaði styrsta bolta allan tíma, lúpaði stuttan með bakhönd. En allt og hár þannig Daði nýtt sér. Daði komin inn í þetta aftur 5-5 eftir að hafa verið nokkrum stigum undir rétt áðan. Já, búinn að gera vel, mjög vel. Já, hann fann að læra vel að spila hans Magga hér. Daði svarar uppgjöfinni vel. Magnús ekki enn búinn að gefast upp á bakhendur uppgjöfinni en Daði var svona ball control general, setti boltan á borðið. Ég er líka ánægð með Daða, hann að þora að fara utan út í forehand hjá Magga. Maggi vill að nota forehand mjög mikið, þannig að oft hugsa menn að það bara að setja í bakhönd en ef þú gerir það með Maggi bara nota forehand frá bakhönd og klára leikinn. En Daði að fara mjög utalega inn í hann og það forsar hann dálítið að þurfa að taka bakhönduna meira. Svona högt eitthvað myndin hjá okkur, ég vonaði að það hafi heyrt hljóðið samt. Já, mér skilst á tæknimönnum að það hafi heyrst. Við erum hér í 8-5 enn og já, 9-5 fyrir Daða. Daði svona með tök á þessari lotu. Já, spilar mjög vel og stjórnar spilinu allan tíman. Magnús Gauti, hann leitar að nýrri uppgjöf. Ennast til Daða. Þetta er taktískt fínt hjá Magga þarna en nær ekki að klára. Nei, hann aðeins núna, hann ekki verið að tengja uppgjöfinu sinni við spilinu og vel. Hann gefa uppgjöfir en ekki nóg úthugsa næsti bolti kannski. Við jinxum það eiginlega í byrjun. Hann fekk loksins stig, Daði búinn að fá 9 í röð og leiðir hér 10-6. Algjör viðsnúningur hjá Daða. Klikkar að þessum og það er 3-2 allt í einu. Daði að nálgast. Já, Daði er komin á flug hérna og það er erfitt fyrir Magnús Gauta að díla við það. Já. Og þess vegna held ég að Magnús muni gera það í næstu lotu. En þú, Tómas, ert þú sammála því? Já, algjörlega og það bara komast aftur í það sem þú segja og þá held ég að hann sé góðu málum fyrir næstu lótuna. En staðan er 3-2 fyrir Magnús Gauta. Magnús komst 3-0 yfir en Daði hefur séð við honum og er búinn að minnka muninn í 3-2. Það er keppt upp í 4, Magnús hefur færi á að klára leikinn í þessari lótu en Daði er skammt undan, vantar 2 lótur. Já, Daði er líka baráttu hundur og ef þú slakar aðeins á mótunum þá mun hann nýta sér það. Þannig að Maggi þarf að gefa aftur í og reyna að taka yfir leikinn aftur. Búinn að vera heldur of já, ég segi ekki passífur en aðeins eitthvað út úr þessu allavega síðustu lótu. Já, séðan Daði heldur áfram út í forehand, það er búið að virka vel. Klúður uppgjöf hjá Magnúsi, kannski er hausinn ekki alveg á réttum stað svona í upphæfi lótunar. Rétt yfir þannig. Þrjú eitt fyrir Magga, hann byrjar þetta örlítið betur. Það kom boltinn á borðið núna. Já, Magnús Gauti vinnur vel með uppgjöfni sínu þarna. 3-2. Góð uppgjöf. Já, safe-leikur. Þungur erfitt að lesa. Já, plataði Daði á skónum hana. Daði hélt að þetta væri hliðar undir, en þetta var bara hliðar yfir. 4-2, Daði pásar aðeins með því að taka sér handklæðapásu.
aðeins að brjóta upp tempóið í leiknum. Frábær stig. Já, vel gert hjá báðum tveimur, notuðu algjörlega allt borðið. Hvern einasta krók og kima á þessu borðtennisborði var spilað á. Já, Daði var örugglega kominn úr mynd þarna, hann var svo langt frá borðinu. En virkilega vel gert hjá báðum. Vel gert þarna líka. Já, nú eru báðir að spila nokkuð vel, finnst mér. Já, báðir leikmenn búin að hitna svona. Nú er þetta bara spurning baráttuna. Sáum þannig hvernig Daði sneri spaðanum sínum áður en hann tók út uppgjöfinni. Það getur ruglað andstæðinginn. Gúmíin svart og rauð er ekki alltaf eins, þannig að andstæðingurinn vill vita með hvaða gúmíi maður ætlar að taka á móti með. Mikið rétt. Daði er svona smá vandræði núna í síðustu stigum að koma sér áfram í spil. Húra bolti sem var nefnbúinn að hitta mjög vel upp á síðustu stigi. Spurning hvort að Maggi hafa ekki breytt aðeins snúrunum, bætt við örvöldum, aðeins tekið úr. Þetta getur skipt miklu máli. Daði heldur sér inn í þessu þannig 8-4 og nú gefst leikmönnum færi á að drepa niður tempóið í leiknum, þurrka sér. En Daði hefur ekki enn tekið leiklega, jafnvel þótt hann sé talsvert undir hér, 3-2. Já, nokkuð athyglisvert kannski. En hann virkaði þetta loksins hjá Magga. Daginn rykkja henni fórhund og sækja móti. Og þá leit þetta mjög vel út. Aðeins yfir þetta. Fínt spil hjá Magga þessa stundina. Mér finnst að vera að stjórna og þarna komið sér ágætlega inn. Já, Daði hér skuggina sjálfum sér frá því síðustu lotu. Það er ekki alveg með hugan við þetta, sýnist mér. Kannski eitthvað stress í honum eða einhver taktísk breyting sem hann getur ekki sett fingurna á. Já, ég veit ekki alveg hvað hann er ekki að komast út í spilum sem hann var að gera. Það er bara refsa fyrir það hér. Virkilega vel gert og Maggi klárar þetta 11-5. Já, 11-5 fyrir Magnús Gauta, 4-2 og þetta var bara flottur leikur, fín leikur hjá báðum. Magnús hefur betur í þetta skipti. Já, mér finnst þetta skemmtilegur leikur og vel gert að Daði koma hann tilbaka og taka 2 lótur. En Maggi endaði aðeins og sterkur kannski. Leikmenn þakka þjálfarnir sínum fyrir leikinn. Það eru auðvitað engin handabönd hér vegna sóttvarna og dómarinn klárar að fylla út síðustu skýrslu. Ágætlega dæmdur leikur kannski fyrir utan dómarinn var kannski aðeins svo frjálslyndur með uppgjafir hjá Magnúsi Gauta. Já, gefum gullspjald á það en annars bara ágætlega dæmt. Pétur Marteinn einn af okkar virtustu dómurum og við því að búast að hann dæmi þetta sómasamlega. En við þökkum fyrir okkur héðan úr Stúdíó Besti í heimi. Þetta var leikur í 8 manna úrslitum og Magnús Gauti er komin áfram. Daði er hins vegar að rölda hér fram á gang til okkar og við ætlum að ná viðtala við hann áður en hann fer of langt. Heyrumst þar. Takk fyrir þátttökuna í BH-bikarnum þetta árið, Daði. Hvernig fannst leikurinn? Þetta var bara athyglisverður leikur. Mér fannst þetta vera bara svona einhvern veginn bara ákveðið það sem ég þurfti fyrir komandi tímabil og ég gefst aldrei upp, þannig að ég er kannski svolítið lengi í gangi, svona eins og einhver traktor sko. Þetta var bara leikur sem ég þurfti persónulega svona til að kickstarta tímabilinu. Traktorinn hrökk í gang hérna svona fyrir miðjanleik, skulum við segja, og tókst 2 lótur af Magga og hann var 2-3 Íslandsmeistari núna fyrir ekki löngu, þannig að þú vorst að spila ansi vel hana. Já, ég meina, maður reynir að vinna, skilurðu, það er bara, mér langar að vinna þessu gaura, og það er bara, ég mun halda áfram þangað til það verður. Hvers eru fyrir að Magnús fari í BH-bikarnum? Hann fer bara, það er annarkvort alla leið, hann eða Darvis. Þeir eru búið í BH-bikarnum næsta ári, myndirðu hugsa að vera með? Klárlega, ég er all in.
Nú næsta tímabil, stutt í næsta tímabil, ert þú að undirbúa þig fyrir næsta tímabil og verður með í deildakeppni þar? Já, það stefnan að vera í liðinu og keppa í úrslitakeppni. Það eru frábærar fréttir fyrir Borðtennisheiminn. Takk fyrir þátttökuna í BH-bikarnum, Daði, og gaman að hafa þig. Takk fyrir mig.